mættir hérna til að fjalla Death Stranding, ég, Sveinn og Daniel. Og ég nú ekki búinn að spila meira, ég búinn að spila í svona leikinn í, hvað ætlaði að sé komið núna, svona 5 til 7 tíma, eitthvað staðar þar, nei, svona 7 tíma, myndi ég segja. Okay. En þannig að sko, Sveinn, þú ert auðvitað búið með leikinn, þannig að þú ert expertinn. Já, búinn, en ég búinn að spila hann í svona tæpa 60 tíma, svo það vist eitthvað. Já, það slatti, og Daniel, hvað ert þú? Ég hugsa að ég sé með svipastað á þú, en mér heyrist þú samt komið lengra en ég. Það eru 14 kaflar. Það eru 14 kaflar, já. Ég er svo rétt undir lokinn á kafla 2 langar mér að segja. Já, sem eitt lengsti kaflinn þannig að séð. Já, það málið. Já. Ok. Þess vegna tala mig að hoppa eins, þú veist, framar. Já. Þannig að, Sveit, hvað myndirðu svona segja, sko, ef þú ættir að útskýra fyrir bara einhverjum sem að veit ekkert út af hvað leikur og gengur, hefur ekki spilað hann, og án svo spoila, hvað það? Ein auðveld spurning svona til að byrja samræðuna. Já, einmitt náttúrulega auðveld spurning, það er það sem hugsa. Sveit, hvað er Death Stranding? Já, hvað er þetta, maður? Þú virðist ekki skilja post-in pot skýringuna mína. Já, ok. Kannski að svo ungur fyrir það, ég veit það ekki. Nei, ég meina, já, ég er að segja, hvað snýst leikurinn? Hvað er málið hérna? Ok, ég veit ekki, þetta flókin spurning sem ég sjálf búin að vera velta mikið fyrir mér. Fær maður útskýringar? Já, þú fær útskýringar. Þetta er væntanlega tölvuleikur. Þannig að það er kannski erfitt að segja frá því og svo spoilast, að minna það? Já, en ég get sagt, sko, ok, ef þú viltu rosalega strípa þetta niður og einfalda þetta niður bara einhvern svona, já, og snýst þetta að þú ert sendill í byrjun leiksins, ert einn af þeim í svona post-apocalyptic útgáfu af Bandaríkjunum sem lítur skuggalega mikið út eins og Ísland af einhverjum skrýtnum ástæðum og ert að fara á milli lítilla samfélaga með vistir og pakka aðra hluti og síðan ertu dregin inn í stærri atburðarás sem snýst að koma sambandi aftur á yfir meginland gömlu Bandaríkjanna sem eyðilögðust við einhverja töluvöldra aðstæður. Og vegna þess að landslagið er svo ófyrirsjáanlegt og Ísland. Já, og er eins og bara það gósi fullt af eldfjöllum og í því hvað og raun og allar innviðir samfélagsins eru horfnir. Er það, ef ég hleypi inn í, er það einhvern tímann útskýrt í leiknum af hverju það er? Ef þú veist, væntanlega að það gerist í Bandaríkjunum? Það er málið, sko, það sem eina sem ég fannst vera, það er ekki, sko, ég var mikið að pæla tímasetningu. Þú veist, ef þú ber saman annan leik, eins og Horizon Zero Dawn, sem gerist löngu eftir aðra atburði. Og þá komin skýring, þú veist, af hverju landslag hefur breyst og byggingar og allt svoleiðis. Þú færð tímaramma þar, þannig að þú veist af hverju, þú getur skilið af hverju landslag hefur breyst og allt svoleiðis. Þarna finnst mér stundu tímasetningar ekki alveg að passa. Það virðist eins og sé miklu styttri tími eftir þetta hafa gerst. Ég meina, við erum talað mestalagi kannski 20, 30, 40 ár. Af því nú hugsa ég ofti, eins og segið, þetta er Íslands umhverfi, svo flesti hafa tekið vídeo. Mér líður bara, ég sé hálendinu það sem er mósir ósnertur. Það er það, ég meina það er líka, hann hefur Kojima koming og tók fullt af referensefni, en þú veist, það er vitamál hann notaði Ísland sem... Og mér finnst það að krúpla svolítið út, allt innu bara svo kemur skettina, America! Já, þannig að það voru mjög mikla vangaveltur, ekkert bara, við vorum með eina færslu á Nörd Norðursins sem við vorum að segja, þú veist, gerist þetta á Íslandi og þegar var verið að sína tísera, þá var fólk alveg bara, meira þess að fólk sem er ekki komið til Íslands, bara, heyrðu, þetta ef við googla myndar á Íslandi, þetta er bara eins og Ísland. Og þú skoðar byrjun af vídeóið og leiknum, þetta er bara almanagjá og allt saman, þetta er, þú veist, þú gætir haldið að þú verður að horfa ljósmyndar í Íslandi. Hefði verið betra að þetta gerist annars þar heimnum eða einhverju, já, það er það sem ég hugsaði líka oft, vegna þess að það hefði mögulega gengið, vegna þess að þeir eru upp í staðið, þeir eru búin að fara gegn öll svæði leiksins. Þá er mjög fátt sem minnir á hann gamla heim. Það er ekki mikið af byggingum eða nei. Þú veist, það er leifarbyggingum, en eins og hugsaðum Bandaríkin, þekkt kennileiti bæði landslagslega og byggingar. Það er engin. Já,
Þetta ekki eins og Planet Apes þú fyrir lokinu og sér allt í hennu, og spoilers fyrir mynd frá 1969, sér allt í hennu frelsisstyttuna á strendinni. Já, ég veit. Þannig að þú veist, það ekki eins og eitthvað svoleiðis. Það ekki neitt sem ég hef séð, minnst að kosti, sem svona æpið á mann, já, þetta í Bandaríkjunum, bara rosalega breytt í Bandaríkjunum. Hafið eitthvað þess, þú veist, nú hefur maður svona aðeins googlað og leitað, sko. Ég hef ekki séð bara það sem hann segir bara, jú, þetta byggir á íslensku landslægi, en ég meina, hafið þið fundið eitthvað svoleiðis sem bara svona solid bara þetta 100%? Sko, mér rámar alltaf í, þú veist, ég með viss að þeir hefðu komið hingað. Já, komið innan 2014 eða eitthvað svoleiðis. Já, og komið, og það með þess að talað það í, sem sagt, þú grefir í gegnum aukaefni í leiknum og svona collectible hluti, og þá talar hann sem sagt, að hafa verið í Íslandi, og alveg svo tónlistin, tónlistin sem í leiknum, segist hann að myndi að hafa heyrt í einhverju plötubúi í Reykjavík. Það bara stendur bókstaflega í leiknum. Ok, plötubúðin nefndið það? Nei, reyndar ekki, en það það. Þessna... Íslensk tónlist í leiknum, eða hef ég heyrt? Nei, ég held fyrst nefnilega að þetta Lóror væri íslenskt, en það það ekki. Okay. Það bandarískt. Já, ég googlaði þetta og það stóð sko Icelandic American. Þetta eitthvað sko... Það gæti, ég veit ekki nóg mikið þess að hljómsveit. Platan, sem sagt lagið, ég veit að það var tekið upp í Reykjavík. En mér skilst að hljómsveitin eða gaurinn eða hvað þetta þarna, sko, sem að á bakvið Lóror, að þeir séu ekki allavega 100% á Íslandi, mögulega eiga eitthvað ættinga frá Íslandi eða eitthvað svoleiðis, en platan var allavega tekin upp í Reykjavík, veit ég. Já, veist, það nefnilega máli. Ég var að hugsa mikið þetta og ég hugsaði fyrst, já, þetta íslenskt og óslega gott við þá að þetta verið svoleiðis. En síðan kemur ljósa sem sagt Ok, ég fann útskýringu á þessu. Sem sagt, söngvarinn fluttist frá Kaliforníu til Reykjavík og bjó semst einhver tíma þar. Já, ok. Já. Og tekin upp í eldhúsnaðins í Reykjavík, sem sagt. Það kannski skýrir ýmislegt. Hann sem sagt Íslandsvinur, það svona alveg Íslandsvinur. Já, ef við viljum fara til það. Kom Tíma ekki líka Íslandsvinur? Jú, ef hann hefur komið hingað. Hann með svona eftir þennan leik ekki annað hægt að segja það, skilur, hans Íslandsvinur. Ég verið hann ekki líka verið að vitna í einhverja skáldsögur eða glæpasögur eða eitthvað hann hefur lesið frá íslenskum höfundum. Ég veist því að hann hafi minnst á það eitthvað tímann. Síðan þetta annar Íslandsvinur, Mads Mikkelsen, sem hefur komið hingað, tekið bíómyndir og ég veit ekki hvað og hvað. Íslandsvinurinn, þetta reyndar rosalega flott, sko. Ég var að segja mitt sko, ég strímaði fyrstu 2 klukkutímum úr leiknum og það voru svona ákveðin mistök vegna þess að ég var einmitt forðaðist bara alla umræðu og ákveða bara að byrja leikinn eins hreint og ég gat. Einmitt fyrstu 2 klukkutímanir eru bara í leiknum. Þetta eiginlega bara cutscenes. Þetta það. Það koma kaflar í leiknum. Sko, það koma kaflar sem svolítið svona heavy exposition og allt saman og allt á fullu. Og síðan koma aðra kaflar sem þú veist, það þú ert bara eiginlega í einhvern þokkalan tíma að gera bara svona lítið side mission. Þannig að þetta svona, það sagt að sé alveg 7-8 tímar að virði af cutscene í leiknum, jafnvel meira. Já, kemur allavega mjög stór bútur þarna í byrjun alveg. Já, og þó þetta sé kannski maður segir, já, ég man eftir að því ég strímaði svona í 2 klukkutíma og korter cirka. Svarið að ég bara svona gróflega reikna, þá var þetta klukkutími og 3 korter á cutscene, sko. Það bara vandamáli. Og þetta að byrja með, og samt þó þetta sé ekki næstu, þetta bara heil bíómynd. Þá samt að maður ekkert eitthvað með einhver mikil svör, þú veist, maður ennþá eftir svona langan tíma eftir að spila hann, þá maður ennþá svolítið býtu, maður búinn að fá svarið svona hinn og þessu, en maður rosa ringlaður, maður veit ekkert almennilega hvað maður að... Sko, hann hefur talað með viðtölum að hann vildi skapa svona ákveðna einsemd sem leikmenn fyndu fyrir þegar þeir voru að fara landslægið og leikurinn snúið svo mikið að tengja saman fólk, það annað, og spyr mig hvað leikurinn og hann hefur sagt það í ótal viðtölum að það sé að tengja fólk saman og það eina af þemum leiksins þetta. Og ég meina stranding, ég meina knots, þetta snýst í það. Byggðarlögin kallir knots, eða hnútar. Það snýst að tengja á saman og að vera sterkari. Það snýst alltaf það að ná Bandaríkjunum saman aftur á ný. Og með því að vera að hjálpa samfélagunum átt að vera að fá þau til að ganga til liðs við þessi sameinuðu Bandaríki borga, hvað sem kalla á íslensku. Og
tengja það saman við þetta Chiral Network sem kemur meira við sögu þegar líður á leikinn. Ok, en það einhver atburðarás átti stað í leiknum greinilega sem kallast, það ekki Death Stranding? Jú, það bara mál. Þú ert ekki rosalega viss það fyrst. Það útskýrt af mörguleyti. Var það einhver kvellur og yfirnáttúrulegur? Það var sprenging sem átti að gerst í New York borg sem bara eyddi borginni held ég. Og hérna, stóran hluta af bara yfirstjórn Bandaríkjanna í leiðinni. Það var að gera einhver dularfull tilraun og Death Stranding varð. Og síðan urðu fleiri svona sprengingar. Þetta það sem talaði í leiknum einmitt að þú byrjar ekstra á þessi skrýmsli BTs. Já. Það var svo mikilvægt. Þetta fyrsta missionu og þetta sem Bjarki með strímaði var þegar þú varst að fara með líkið og þú varst að koma í burtu. Það mátti ekki brenna, þau verða að brenna og það mátti ekki gera svona ónáð borginni þess að kæmi þetta Chiral-dæmi úr því og vera hættulegt borginni. Svo þetta að fara með einhverju sérstaklega brennslustöð og síðan eins og veist fór allt úr skeiðs. Og þessi BTs virðist laðast að líkonum og málið það að þegar þau komið sér snertingu við þau þá verður það sem kallast að voita sem bara eins og lítið kjarnorkusprengja og bara allt á umhverfinu bara hverfur. Já, ok, þannig, já. Já, en þú sem sagt ert einn af þeim fáir sem getur lifað það af. Það útskýrt síðar af hverju. Er það þetta Doom, eins og að kalla Nei, Doom er meira svona hæfileiki. Doom er eiginlega svona eins og, hvað getur kallað stökkbreyttur hæfileiki, að þú getur skynjað og ert með tengsl við, hvað að segja? Já, það kemur bara mjög fram, ég held ég bara strax í byrjun, fyrsta cutscene, tala að hann sér það ekki, hann skynjar það og við erum auðvitað að tala aðal persón leiksins Norman Reedus eða Sam Porter Bridges. Akkurat. Sko málið það að þú sagt að þessi mismöndi stig af Dooms, hann Fragile talaði hann að hann sé level 2 eitthvað og síðan eru til stærri sem sjáðu og síðan eru til jafnvel karta sem getur stjórnaðin eða svo í að sko málið það sko Dooms ákveðin hlutur og síðan sem sagt þetta repatriate, sko það svo mikið af stikkorðum og hlutum að heilin á flestum bráðnarpínu þegar Kojima dettur í svona kapla, einmitt myndbandskapla sem hann útskýrir óslega mikið og fleygir fullt af hlutum að þér og þú bara líður eins og þú eru blað á penna til að skrifa niður til þess að, þú veist, halda utan þetta allt saman. Já, ef maður summir þetta bara, þú veist, byrjununa, ef maður veit ekkert leikinn, maður bara setur leikinn í gang og ætlar að byrja að spila, ég meina, þú veist, einhver gaur, einhver búning að, þú veist, og þú veist, álpast landslagið og reyna að detta ekki og... Þú veist, tengt við þig. Já, oh boy. Með, þú veist, íslenskt landslag og þú veist, maður, sko, það svo mikið af stöffi. Ég veit það, mér var illt í heilanum á köflum, bara bókstala var illt í heilanum eins og ég vanur Kojima-leikinn, sko, og samt var ég bara, Ég vil samt að segja, mér finnst mjög skemmtilegt sko að hann hafa allavega náð að gera leikinn sko, að því við erum ekki ennþá búin að tala kannski beint gameplay, það að segja skemmtilegt eða frumlegt eða whatever, heldur meira bara svona leikinn og hann allavega það mikið öðruvísi og skrítinn að þú veist, það mjög, hann eftirminnilegur, alveg klálega. Algjörlega. Sko, ég hef gaman, sko ég einn af þeim sem hefur gaman að skrýtna hlutum Kojima, þó jafnvel stundum finnst mér hann og aðeins skrýtinn. En þetta það sem maður eins og margir að tala þetta leikur sem mun hitta suma bara, þú veist, annarkot verða þeir bara, oh god, ég dýrka þetta, eða annan daginn bara hoppa strax í burtu eftir að labba klifrið einhverjar, þú veist, hæðir og dettandi alltaf og bara... Ég einmitt þar á milli, þú veist, mér finnst hann oft á tímur ekkert ótrúlega skemmtur, eða þú veist, fattur þau, en mér finnst hann er svo forvitnilegur. Nei, það samt einmitt það núna á þessum tímapunkti, þá ég geðvilt að hugsa það. Þú veist, markmiðið kannski ekkert með leiknum einmitt að skemmta? Það auðvitað, þú veist, töluleikir eru samt þannig að það var skemmtilegur og þannig svona. Sveinn einmitt, þú veist, að tala þarna með, að finna fyrir einsemdinni og ég finn fyrir einsemd því ég spilaði hann. Það er það kom alveg flotti kaplar þegar þú veist að labba þig með umhverfið og ert að bara skila einhverjum vistum með eitthvað svoleiðis og einfalt og labbar og leikurinn þetta er gullfallegur, það skortir ekki, hann er flottur, þú veist, þú getur ekki, sama hvað þú sagt leikinn, hann er stórfenglega fallegur og hvort að við erum svona hlutar hér út af landslæði minnir okkur sem ekki heima hana ekki, ég veit ekki.
en hann rosalega fallegur og tónlistin oft mjög flott líka, hann sæmilega vel valinn, þannig að það getur skapast svona athyglisverðir moments og líka þetta að þegar þú byrjar að koma inn í leikinn að þú byrjar að rekst á hluti sem aðrir leikmenn hafa skilið eftir. Það eitt af ég get sagt beauty við leikinn. Og það er annar hlutur sem spilar inn í þetta að tengja saman bæði leikmenn og fólki í sögunni. Maður fær ákveð sendingu, þú veist, frá þessum stað, kannski upphafsreitin, og svo kem ég aftur út, ég held að það hafa verið svona daginn eftir bara, og allt komin brýr yfir ár, sem bara, bitum við, hvað að frétta hérna? Það allt stíið þarna og það reypi þarna. Já, þannig kannski til að útskýra fyrir þau sem hafa ekki spilað leikinn og hafa svo spoilað eitthvað svoleiðis, að þá gengur þetta sett út af það, maður getur skilið eftir þessi hluti í náttúrunni, þú veist, þau eru lagt stiga yfir á árfarveg. Já, akkurat, og annar spilari sér þennan stiga sem þú lagðir og getur notað hann og það einmitt þessi nettenging sem hann notar í leiknum. Þetta ekki eru allir tengdir saman eða þetta bara ákveðin hópur ég veltið fyrir mér? Málið það, þú þarft ekki PlayStation Plus til þess að virka þennan hluta sem þú þarft ekki enga áskrift að allir geta tengst. Það sem sagt í leiknum það að því ofta sem þú lækar sem þennan partur sem þú velur að læka við einhvern hlut sem einhver annar gerir, því meiri líkur að leikurinn sýnir fleiri hluti frá þessari manneskju. Já, ok, það kannski ekki gott, ég drita á læktakan þegar ég sé eitthvað bara til að vera góður við næsta spilara. Þetta kannski líka annað sem við þurfum að útskýra einmitt fyrir þeir sem hafa ekki spilað, það lækin. Já, þú getur lækað hluti, það bara thumbs up, bara like. Það að segja, fólk getur skilið eftir skilabóð, það getur verið alltaf frá hér góðu staðir við á, eða hérna hættusvæði, eða hér brú, eða hér. En þú getur ekki skilið eftir skilabóð hefnum skilningi eins og í Dark Souls, þú getur skilið eftir skilabóð í jörðinu og sagt, hérna hætta hérna í fjösa. Í meira getur þú skilið eftir því myndrænum skilningi. Og þar kemur lækið mitt við sögu að þú getur þú ert að fá læks í gegnum söguna líka þetta búið mikið svona samfélagsmiðla þemað einhvern veginn í þessi leikur þetta snýst allt læks, þú ert að fá læks frá öðrum karakterum, þú ert að fá læks frá öðrum spilurum, þú ert að fá læks frá jafnvel fóstrinu svo lappa með sko. Þannig að næst þegar ég að fara að spila leikinn þá ég að fara að læka alla brýr sem ég segi, ég að fá fleiri svona brýr. Já. En það lítur að vera með svona einhver líftími eða einhver limit eða eitthvað á hvað byrtast margir hlut í leik. Síðan safnast þetta allt saman upp og leikurinn heldur utan allar þessa tölfræði. Já, ég var einmitt að hugsa því að þetta og þú ert að, eins og ég tók fullt af myndum þegar ég var að spila. Já, ég líka. Bæði upp á mitt svona aukna konflikt og fleira og líka til þess að hafa bak við eyrað. Og sem sagt það í lokin, þú getur sagt hvað, finn þetta bara hérna, ég með þetta í bókaldinu mínu. Ok, það hérna til dæmis, þegar ég var búinn að spila, eða búinn svona söga, þá var ég búinn að fá 42.972 likes frá öðrum tölvugerðum spilurum í leiknum og síðan öðrum leikmennum, öðrum mennskuleikmennum var 79.604. Já! Þú ert bara... Þannig að ef þú ert enga vini þá sér leikurinn að leika fyrir því líka. Nákvæmlega. Og þú veist, þetta það einhver von fyrir mig. Nei. Heldur alltaf þess að tölfræði, hvað þú spilaði, hvað þú labbaði mikið, hvað þú gerir þetta, hvað þú aftur. Mér finnst þetta mjög áhugavert að því, þú veist, maður svo fastur af því að tölvuleikir eru bara pjúra skemmtun og afþreyingu og allt þetta. En þú veist, að hann segir, Kojima segir bara, snúast að finna fyrir einmannleikunum og fólk tengir saman. Þú veist, finnst einhverjan ná því? Mér finnst það nefnilega alveg ná þessum tveim punktum með leiknum. Það að segja, ég finn fyrir einmannleika og ég finn fyrir svona að tengjast öðru fólki með þessum hlutum sem að þeir skilja eftir og... Já, hann talar þetta ég meina, það kom alveg moment í leiknum sem það bjargaði mér algjörlega að það var einhver annar búinn að skilja eftir brúið eitthvað annan hlut sem ég gæti pikkað upp og notað. Þannig að sem sagt og hjálpaði mér að klára missionið sem ég annars hefði ekki getað gert. Svo finnst mér stundum, ég hef ekki farið svo langt að kalla þessi like spoilers. Stundum þá maður að lappa áfram á að stað og þá bara, þarna þetta eiginlega meira aðvörun, en það kemur að góða nótum. Þú getur slökkt á, held ég getur slökkt á. Alveg, já, ég hef ekki pælt í því.
Þetta er svo Dark Souls sem lifir að kveikja og slökka á þessu, þannig að þú getur ráðið hvort þú sérði þetta ekki. Já, þú þarf náttúrulega að vera tengdur við neti og online hluta leiksins til að fá þetta. Já, þú verður að geta gert það. Leikurinn verður alltaf að geta haft samband við einhvern server og þér að gera það. Þú lætir því reglulega vita, eða ég hef lætið því að vera að spila og þá kemur hérna að þú ert ekki tengdur og þá bara ekki bása og loka minn. Ég lendi í kaflaði með þess að ég var alltaf að detta út. Já, ok. Og þá var þetta svona svolítið öðruvísi. Ég held að þá populatan heiminn einhver leiti með eitthvað sem þeir hafa aðrir sjálfur sett. Þessi Igor kæði sé eitthvað frá þeim sjálfum. Það er fyrsti hlutin sem rekst á. Það er eitthvað frá einhverjum Igor. En nú erum við búin að tala leikinn í cirka 20 mínútur, en við erum ekki ennþá búin að minnast á það sem að stór hluti leiksins fjallar gameplayið sem sannsagt bara í rauninni að þvælast á milli staða. Þú ert bara sendið, þú ert bara póstur. Þú ert bara að taka pakkingar og sendingar og fara með á næsta stað. Þú ert bara að burðast með fullt rastli. Já. Þannig að þú ert að, númer 1, 2 og 3, ég myndi að passa upp á jafnvægið eða ég þurfi að taka til að halda jafnvægið. Það skiptir alveg gríðarlega máli og það getur, og ég veit það er eitthvað sem mun pirra ógeðslega marga vegna þess að það getur verið ógeðslega pirrandi að vera búin að labba í kannski 10 mínútur, 20 mínútur, ert alveg að koma að loka stig, dettur einhvern mosa eða hraun og pakkarnir skemmast og þá er þetta bara shit. Já, ég man þegar þetta gerist fyrst fyrir mig í leiknum að þá, einmitt, þú veist, maður fór með einhverja sendingum og komst á loka áfangastæðin og allt þetta og hélt svona áfram og maður vissi ekki alveg hvernig leikurinn, hvernig það myndi fyrirgefa manni dauða eða eitthvað svoleiðis, myndi koma, þú veist, bara að retry eða eitthvað, þú veist. Ég get svarað því. Ég var með pakningar þarna og var að fara á staðinn, fór yfir hérna notaði hérna tækið til að skanna svæðið og sá að það var. Það sýnaði hvað er hættulegt og hvað er öruggt. Þannig að það er alltaf lægi að fara hér, svolítið djúpt þarna og mjög djúpt í miðinu og ég labbaði þarna yfir, fór á mjög djúpa svæði og þá einmitt dettu gaurinn minn og pakkarnir af mér og ég bara svona, ok, hvenær kemur í træ? En þú veist, það kom ekkert. Nei, það kemur. Pakkarnir, þeir fóru bara meðfram áni, einhverstað lengt. Þeir fylgja bara straumnum. Ég myndi bara hafa fyrir því að, þú veist, finna það, sko. Það er bara mál, þeir hafa ákveð prósentustig upp og skemmast. Talandi hérna svona retry moment, ég lenti mitt í því að þú ert að labba svæðið, það eru aðrir spilarar, tölvuspilarar, svona gervigreinindir í leiknum og þeirra hlutverk í heiminum er að hvað segir maður, ég veit ekki hvað þeir eru bara svona hópur af fólki. Ertu að tala um Mules-karakterina? Mules, já, þeir eru bara á okkur svæðum og ég þarf að fara með pakkan yfir að svæði sem þeir eru búin að gera sig að. Leikurinn útskýrir þá sem einhverjar truflaða pakkastarfsmenn. Ég er ekki greinast, þetta er mínus skotvopnir í Bandaríkjunum. Truflaða pakkastarfsmenn sem eru með þráhyggju fyrir að sendast með pakka og leita bara á þig ef þú ert með pakka. Þeir láta þig í friði. Ef þú ert ekki með neitt á þér, þá láta þig í friði. Hvað það finni. Því ég var að labba á svæðina með greinilega yfirþyngd, eða svona ekki yfirþyngd, þannig að ég var að labba og þeir koma mér og ég sé frá og ég er að hlaupa burtu fram, en ég bara pakkin allt þungur. Og þeir koma, þannig að ég ákvaða að leggja alla pakkan, þannig mikilvægastu pakkana niður sem ég átti að fara verkefni og hlaupa ennþá lengri burtu. Herru, svo tóku þeir upp á því að taka pakkana mína. Ég hefði ekki hugmynd að þeir gera það. Og ég var bara, nú er ég komin í vesen og eins og Bjarki vendur það er ekki drítæðið, þú getur ekki spólað tilbaka. Nei, en þú hefur aftur á móti, Ég hef alveg fengið tilfinningu því fyrir þennan leik, einmitt bara svona, herru, er ég að fara í leik eða er ég að fara í vinnuna? Það er stundum þannig. Svo þá rekki menn að vinna mín sé eitthvað slæmið eitthvað svoleiðis. Það er ekki að meina, þú veist, er ég, einmitt, pósturinn Páll? Er ég að fara hérna í póstvinnuna mína? Það er nefnilega nákvæmlega málið. Þú veist, ef klúðrast þá þarf ég bara að redda því. Það er ekki tölvuleikurinn að segja, elsku Bjarki minn, nú ættu að gera eitthvað hálfvitalegt, nú ættu bara að leyfa þær í træja og gera allt upp á ný. Nei, þú gerir astanskap og það eru afleiðingar. Þú gjör svo að redda þessu. Akkurat. Sko, leikurinn höndlar það þannig að í vissum tilfellum þá kemur bara game over screen og þá ef allt skemmis sem er mikilvægt og aðalega sögutengt, það er alveg það, þá kemur upp þessi kafli upp að þú þarft að retræja. Kemur það upp? Já, öðrum skiptum kemur það upp að varan skemmist en þú getur farið á vissa staði og fengið pakkana aftur. Þetta er allt snýst 3D prentun í þessu leik. Þannig að þú getur farið aftur og fengið vissa hluti. Síðan áttum vissi hluti sem þú tínir geta aðrir leikmenn fundið og komið fyrir eða skilað og þú fær like og þeir fær like og allt svo leiðis.
Þannig að sko þú getur hjálpast að þannig en það finnur heilan helling af hlutum sem aðrir hafa mistið í tíðina. Einmitt, dæmið það sem fólk getur 3D-prentað eru brýr og það hægt að þvælast byssur og... Já, alls konar hluti. En eitt að nefna með Mules, sem Daniel talaði sko, ef þeir stela af þér, þeir geta sko ráðist á þeir drepa það ekki, en ef þeir náðu að fella þið niður og gera það meðnarlausan, það sem gerist tvennt þeir taka vissa hlutina þína, vopnaflera og fleia þeim bara einhvern ruslaug. En þú sérð hvað á kortinu það og getur fara að gripið aftur. Síðan aftur á móti þeir með svona póstkassa, það sem þetta kalla, í stöðunum sínum og þú getur þangað og fundið dótið þetta aftur. Þeir gerðu það kemur, þetta er svona að því þetta var mikilvægt verkefni, það er að segja, þetta var svona hluta söguseleiksins. Það er bara málið, þetta er ekki búið eins og þá glóaði rauður svona rammi utan pakkan. En ég þurfti að gera þessu bara að fela mig ykkur há grasi og vinna mig gegnum það og hérna stel ég vil ráðast á þá en það ekki að spoila og miklu en svo var ég komið pakkana mína og endaði mjög hamngislega. Og þú finnur þetta fullt af öðru flottu hlutum með mig, þú ert svona ákveðin hvattur til þess að kíkja. Vandamálið sem mér finnst að það er ekki nógu gott stealth-system í leiknum sem skrítið með Kojima þekkt að vera stealth. Já. Mér finnst þetta alltaf mjög sniðug nálgun hjá honum með hérna að maður þarf að hafa fyrir því að ef maður klúrar pakningunni, það kemur reyndar í træs og talaður sko, en við geta skemmst og allt þetta og maður þarf stundum að leita að þeim eða að sækja nýja varninga eða eitthvað svona og að því þá sjálfkrafa sko, þú veist að hlaða á þig, að því maður hélt að maður verið gráður á einum tímapunkti með að hlaða á bakið hans. Margir klukkutímar í Skyrim að þetta getur einmitt farið bara, já, það getur farið mjög hátt sko, en maður fer að hugsa meira svona, ok, þú veist, ég þarf ekki að passa upp á þetta sko. Síðan líka skiptir mér hvar á líkamann þú setur þetta. Þú veist, þú ert að hugsa út í það. Það er að veist eitthvað leikur með auto-range fyrir þig, takka. Já, ég uppgötta hann seint. Það er að segja. Það er mjög gott. En síðan ekki skiptir máli hvar þú setur hlutina. Þú veist, skoða pakkan eins og þú getur upgreitað pakkan í setna með. Þú verður sterkari. Þú færð málmgrind, svona eins og litla vélrænagrind sem hjálpar að labba yfir landslag og hraðar og halda meiru. Annur sem hjálpaði að fara yfir erfitt landslag, önnur sem hjálpaði að hlaupa hraðar. Þannig að þegar leiður og leikið þá ferðir hluti til að gera þetta auðveldara og getur haldið á 200-300 kílóum frekar. En þá skiptir máli hvernig þú raðar hlutunum, út af því að það sem við með ekki tala ennþá eins og Timefall, rigningin, sem eldir allt saman, bæði hluti og fólk og getur skemmt hlutina þannig að þú ert að labba yfir svæði og það er ekki nóg að þetta ótt að skrýmslið að það er óni, þú ert að pæla í rigningunni. Ég meina okkur Íslendingum finnst rigningin ekki beint skemmtileg en hvað þá þurfum fyrir að eyðileggja. Ímyndaður að bíllinn var alltaf að bara ryðga hvern einskið sem byrja að rigna og þú bara, oh shit, ég er hlaup út. Þannig að sko, þá kemur það við sig, en þú getur raðað hlutunum þannig, segjum að mikilvægsta hluturinn, þú getur raðað innst inn á milli aðra hluta, en hann sé varinn ekstra. En síðan læra maður mjög fljótt að það er mjög mikið þetta með viðgerðarspray, töfra viðgerðarspray með sér til þess að sprauta hlutina og þá getur lengt líftíma það svo með. Já, þetta er einmitt, það er mjög gott að vita þessum autotakka þar sem að tölva sér að ræða allir fyrir manna því einmitt það skiptir máli og getur ræða á marga staði en þetta er svona, maður horfir á það og er þetta svona mini 3D Tetris-leikur inn í þessu. Þetta skiptir máli. Þú getur verið þarna í nokkra mínútur að þú ætlar að pæla í þessu sko. Svo er viðmót leiksins svolítið, það er bara svolítið flókið. Já, ég er sammála, það er mikið af stöfi. Það er rosalega mikið, þetta er stundum Kojima dæmi að menjóðnir eru komplex. Maður er svona alveg þarna er aðeins, eins og ég segi, ég hef ekki hugmynd okkur hann að setja þingsta pakkan efst og myndið svona einhverja raðir og svo þannig að autotaka, ég bara, svona vil ég hafa þetta. Og já, ok, hann vil greina að halda og hafa þetta á handlingnum en ekki alltaf bakinu, ok. En byrju bara þegar síðan þú ert komin, sko, síðan opnast fyrir setna í leiknum, þú ert búið með hvernig kafla 3, þá færði möguleikann bæði á faratækjum, mótorhjóli eða bílum, sem er undar takmarka hvað ég geta, og þú farið lítið að geta verið með svona lítinn grind fyrir aftan þig og sett hluti á hana og dreigja hana með svona reip eða svona reipu eftir þannig að þú getur haldið ennþá meiri og þú getur max verið með held í 2 svoleiðis
Þannig að þú getur verið með nokkur 100 kíló á vatninu. Hvernig lítur loka karakterin út bara? Mér finnst ég að burðast með marga af hluti, sko. Býttu bara, þetta ekkert, sko. En síðan þetta nákvæmlega, en hvað gerir síðan þegar þú komin og annarkvort lendir í svæði sem fullt af BTs og þú bara, oh shit. Þannig að BTs eru vondugörunir, basically. BT eru þessi tjöru skrýmsli eða draugar, svona sem eru, hvað segir við, svo ræðum að þessu það líka. Þeir eru verur úr einhverju annarri mynd. Þeir eru verur sem eru hvorki dauðar né lifandi og eru með tengsl á begge. Það sem gerðist við Death Stranding er að það rofnuðu eða opnuðu sér tengslinn á milli heimsina lifandi og hérna dauðu og BTs byrjaði að flæða inn. Það er sem að gerast og þegar þeir komast í snertingu við aðra, sérstaklega látna manneskju, þá verður þessi void outs. Og þeir eru bara að reyna að drepa og til dæmis það sem gerist er þegar þú lendir í þeim og þeir detekta eins að hann samsér það ekki en hann skynjar það með hjálp BB fóstursins. Já, við höfum ekki eins og komið svo mikið í þessu leik. Bridge baby. Það er málið. Já, það var nú líka eitthvað. Þetta sem eru hvorki lífandinni döð, þau eru með tengsl við, einmitt með naflastreng. Naflastrengur kemur svolítið mikið við sögursleik líka. Hversu oft segir maður þessa setningu maður? Naflastrengur kemur einmitt oft í sögu í þessum leik. Það er margar skrýtnar setningar. Og þau einmitt eru nákvæmlega. Þau eru hvorki fædd né lifandi. Þau eru ekki dáin heldur. Og þau eru með tengsl við einhverja spes móður sem er geymd bara á ís bara í einhverju stöðu langt í burtu. Þetta er svo weird og þegar hann tengir sér við það því að, já hann einhverjar minningar barnsins eins og BT-verunar eru alltaf tengt við horfir alltaf naflastreng þegar það kemur já, þær eru með tengt við eitthvað naflastreng eða hvað það heitir já, og það síðar kemur meira út úr því þetta er allt þetta snýst síðan og býtti bara síðan þeir byrja að tala ströndina og allt saman og maður Ég fór allt í hennu bara að hugsa, þú veist, við erum ekki búin að búa til podcast síðan Best of E3 bara 2017, minni mig. Passar. Svo, sko, mér líður eins og þeir sem að hlusta á þetta podcast eru bara, já, þannig að í millitíðinni þá duttu þeir inn í sveppa átt. Bara svona út frá öllu sem við erum búin að tala, við erum búin að tala í hálftíma með þú veist, bara leikinn. Þetta er bara leikinn. Það er rosalega erfitt útskýring á leiks. Og ég er ekki einu sinni komin á öllum skrýtningum. Einmitt með fóstrið, það er einmitt eða hvalina, hvað er með kvalina? Býttu bara. En með fóstrið, bara svo maður haldi því líka áfram að þetta er einmitt það er stór hluti leiknum. Það getur einmitt farið að gráta og verið liðið óöruggt og þú þarfst að hugga það og það er einmitt gert á mjög tilfinningarhátt og tekur þetta af þér og svo notar þú PlayStation-fjastringuna skynjar hann á því eða þú getur breytt takkanum og ítt bara takka í staðinn fyrir að hreyfa hana. Það er ekki eins sjarmerandi. Nei, og sem er svona creepy út af pínu að láta passkaptinn koma á fjastringunni. Það er ákveðið. Já, það er þetta mjög cool. Mér verður þannig að þessi fítur sér ekki alltaf notaður í PlayStation-leikjunum. Það er hægt að gera þetta á cool vegu. Já, einmitt þetta með barnið að gráta, það þarf að hugga það þegar það byrja að gráta. Þetta hefur alltaf verið klæfar að nota möguleikana tækninni á nýja vegu. Og barnið, það getur skynjað þessar BT-verur og hjálpa þið þannig í gegnum völuturhús eða umhverfið sem þeir en á sama tíma getur það verið hrætt og ef þú lendir í ómiklu vandræðum eða BTs ná þér þú lendir í þessum augnabliki sem ég vona því að vel báðir lendi í þegar þeir ná þér og þú getur ekki meira og sem dragar eftir umhverfni í einhverju svörtu ólíu landslægi og sem byrtist eitthvað skrimsli fyrir fram að einhver Já, fyrsta skiptið sem það gerist þá er maður bara what the hell, hvað er að gerast þetta? Allt í einu bara sem byggingar byrja fljótandi upp á tjörunni og eitthvað skrimsli stendur fyrir fram að þú bara oh god. Ég held ég væri búin að sjá allt. Já. Ég hef lett í einu svona atviki þá ég bara hljópi í burtu og meira tókst að komast. Já, en það í byrjun leiksins átt ekkert í þetta. Þú átt ekkert sens. Ef þú mætir þá ertu bara búin að vera. Þú verður bara að hlaupa. Seinna meir, ég finna okay. Og barnið er, einmitt, svo ég klára það fyrst. Barnið eru svolítið skrítið vegna þess ef það verður hrætt eða þú verður svo mikið hneski þá lokast bara fyrir það bara slaknar ræðir hennilega. Þá sér ekki neitt og þá ertu bara ok, hvað ég gerði núna og þú getur ekki lagað það nema að þú kemst aftur í svona base getur sofið og það getur jafnað sig og þá virkast það aftur. Ég passa mig með að hvíla mig hvert einu skipti bara til að það spilar inn í vegna þess að stamina síðan annað úthaldið til vera áhrif eða of lengi burtu þetta svona stundum í rispur þess að ég er að gera fullt af einhverjum side-missionum og fer ekki tilbaka í baseið og síðan allt í henni byrja bara stamina mitt að verra vegna þess að hann er ekki búinn að sofa. Svo þarf maður að passa sig að vera í góðum skóm
Þeir eyðast. Þeir eyðast, já. Og getur þú fundið plöntur til að búa til skóur. Já, ég sá það, hvað hérna, sandalsvín. Já, þau hittu það, ég bara, nú fall á Íslandi. Já. Og svo pissa maður og fyrir sturtu og getur valið á milli þess að fara sitjandi eða standandi á klósetti. Og þegar þú kúkar, það var alltaf auglýsing fyrir mótil og þátt Norman Reedus. Já, monsterdrykkirnir sem eru mjög áberandi. Já, og ekki gleyma þegar þú stendur í annu og vassflaskaðin fyllist, þá verður hún monsteruð. Ok. Þannig að monster orkudrykkurinn, hann áberandi í leiknum, hann notar hann til að ná hverju stamina, var það ekki? Jep, hann gefur auka bónus. Ef þú drekkur 3 dósir af monster, þá farðu auka stamina. Hvað ætluðu þið að borga fyrir þetta maður? Það er góð spurning. Getur þú overdosað af því? Nei, okay. En það er pínu skrítið, síðan er þetta moment. Leikurinn er bannar. Þannig að þú er prófað. Ég hef búin að fikta í svo mörgum. Leikurinn er bannar náttúrulega ekki. Ég skal tegja mig igjen. Jú, hann er bara náttúrulega. Já, þannig að það er alltaf lagi að auðlýsa monster. Sko, þú sérð bossan á honum, en þú myndir aldrei séð frampartin á honum þegar hann byrja styrtu. Nei, ég tók því. Nei, ég meina. Það er með þess að fyndi mómenti og reynir að horfa á klófa hann þegar hann situr í fötum, þá bregst hann mjög spes við. Já, ég var búin að heyra því, þannig ég prófaði það og það er skemmtilegt. Sko, ég held aldrei ég myndi fara að skrifa líkamsvessa og notum þeirra í tölvuleik eins og ég gerði núna. Það er, byttu bara, sko, nú sé ekki með það. Blóð, piss, kúkur, já, og sviti og, já, drulla. Að það skulle vera mögulega vopn í tölvuleik. Já, akkurat það býr til vopn, eitthvað efnablöndu til að framleiða vopn. Já, þannig að það borgar sig fyrir styrtu vegna þess að þú fær hluti úr því. Og þegar hann sefur, þá tappaður á honum blóð. Svo þeir þurfa að nota líka eins að hans blóð þetta mjög sérstakt. Ég menn það er þetta klassist í tölvuleik með bíómyndum að aðal söguhetjunni með eitthvað í sér sem er þetta nota. En nú höfum við svolítið talað spilunina og og talaði náttúrulega landslægi í Ísland. Ef við ætlum aðeins að tala leikurinn, þetta er eitt best, alltaf vera með 4K sjónvarp á HDR. HDR er stórfenglegt. Það er, sko, ég get alveg sagt ykkur það að ég hef prófað HDR í mörgu leikjum og ég skil ekki fössi oft við að fara úr venjulegt í HDR, en að sjá þennan leik, þá er bara ok, þetta er Ég getur notað rétt, bæði töluleiki með kvikmyndu, þá getur þetta að vera rosalega hlutur. Ég er nýbúin að fjárfesta í 65 tómu Sony sjónvarpi með þessum 4K og öllum þessu valmöguleikum, sko. Ég verð bara að segja það, þú veist, einmitt, það er svolítið erfitt að fara tilbaka, ég get ekki alveg ímyndað mig hvernig það væri í 42 tómu 8 ára gamla sjónvarpinu mínu, en þú veist, eins og í þessum leik sem að gengur mikið út af það bara að labba í ótrúlega fallegu landslægi, þú veist, þú ert að þvælast að þú veist, það er mjög auðvelt að stoppa og bara svona horfa í kringu sig eins og þau voru að tala þú veist, maður vill alltaf vera að taka einhver screenshot úr leiknum að því maður er bara, wow, þetta er svo golden moment og svo bara sé maður annað og annað þetta verður flottara og flottara. Það var sama í mitt Horizon Zero Dawn, þó að þið gerði hann ekki, þá þetta keira hann sömu grafikvél. Já, annar leikur sem er eitt flottasta dæmi bæði útlitslega grafík og HDR-notkun sem ég hef séð í PlayStation 4 leik. Ég held að maður tekur sérstaklega eftir þegar þú tekur skjáskot úr leiknum og skoðar þau í PlayStation þá eru þær ekki í þessu litadýr þannig að allt er svo dimmt og blöð. Það sem er athyglisvert milli svo ég tala aðra tölutegund, mér finnst það sem flottar sem Xbox gerir, þegar þú tekur mynd þar, þegar þú spila leik sem er í HDR, þá tekur hann 2 myndir, eina í HDR, eina ekki í HDR. Já. Ég meina snjallsímar gerir þetta bara. Já, þetta er óslega sérstaklega. Ég meðist það svona bömmir að PlayStation gerir þetta ekki. Ég held bara að þetta gæta ekki. Mér veist þú að skrítið gera það ekki af því að ég var með þetta byrta bara samfélagsmeðan daginn úr leiknum og ég hrópaði Ísland og vantaði hann grænlita mosa eins og maður sér á skjánum eins og lítinnir höfðu mikið að segja sko. Og bara strax í byrjunu, bara uppastökli, ég bara, er þetta töluleikurinn, er þetta fótó, er þetta mynd, það er ljósmynd. Ég held að uppastökli hlýtur vera eitthvað blandað eða eitthvað veið, þetta var... Já, uppastökli er einmitt nákvæmlega, ég tók nákvæmlega eins mynd fyrst á sandinum og ég svaraði mér fast ég var á bara kvikmynda. Og ég var bara, ok, það er svo gaman, og núna er alltaf að tala auðvitað PC getur allt þetta, en þegar framleitur fókus á einn vélbúna eins og PlayStation eins og ég tala God of War, mér finnst það bara eitt flottasti leikur sem ég séð og svo þessi
bara þú veist, uppkomfa þannig að það rosalega gaman að sjá hvað þið getur gert með fókus á einn vélbúnað þannig að og kannski að því á ekki 4K hérna skjá á PC eða HDR þannig að það hefur svo mikið að segja. Já. En það líka, magnað því, einmitt að með alla þessa dýrð þarna bara hvernig leikurinn lítur út og allt þetta, það var líka magnað að sko Ísland svo klárlega innblástur í leiknum að því, þú veist, þetta ekki bara mosin. Þetta svo margt annað, þú ert með fjöllin, hraunið, þú ert með svarta sandinn. Sandurinn, þetta hjút slutur og líka bara hvernig grjóti lítur út. Já, þetta bara Ísland í alvörunni. Það svo margt, sko, þú veist, og líka hvernig ljósið, hvernig rigningin, hvernig þokan, það svo margt, þú veist, setna með þessar snjóin líka. Það kemur inn við sögu, þú hvernig kapla 3, þá byrjar að sjá svæði sem snjó, þú ert að fara yfir þau, það annar hlutur, að labba yfir og það svo fyndið þegar þú ferð yfir snjóin og ert kannski búin lengi og það er tilbaka í stöð, tekur þau skóna og þá eru hættan hann bláar. Veit samt ekki hvort hann getur mistar en það voru bláar á litinni eins og það eru frostbitnar. Aha. Öll þessi smáatriði mjög skemmtilegi í leiknum. Já. Tíma hefur alltaf verið rosalega góð í öllu svona smáatriðum stundum, aðeins og mikið. Sko málið það sem erfitt við að leik þú bæður út að tala hann og annað hann svolítið þungur á kynningu fyrst, síðan kemur opinn kafli þar sem þú ert til að bara gera og síðan undir lokin þá hann exposition heavy aftur. Þú veist, kaflið 13 og 14 þú veist, þú ert ekki rosalega mikið að spila, þú ert rosalega mikið að upplifa á leikurinn að útskýra sig og færa þér svör, ekki öll kannski, en stóra hluta af þeim. Og Við höfum náttúrulega rætt tónlist í leiknum og þegar, en hvað með leikarna? Núna, hann fullur af frægum leikur. Já, ég meina, sko, Kojima hefur alltaf verið þekktur fyrir sambönd sín við bæði þekkta Hollywood-leikara og annað fólk í iðnaðinum og það ótal andlit í leiknum sem þú kannast við. Ég meina... Og þau ljá persónal rödd sín eða ekki? Ekki öll, nei. Ekki öll, nei, ok. Aðalkarakterarnir, jú. Sko, já, ég meina það fyrst. Málið það að, ég skal bara lista þið upp hver hvað. Sko, þú ert með Hollywood leikara, þetta Norman Reedus Walking Dead, hann þetta með aðalkarakterinn og rattar þessu augljóslega. Síðan ertu með Léa Seydoux sem leikur Fragile, hún var í Blue is the Warmest Color og James Bond myndunum nýjustu. Margaret Qualley, hún var síðust í Once Upon a Time in Hollywood, hún með rödd og allt saman, Troy Baker, þetta sem þetta þekktur allleikari. Og síðan aftur á móti byrjar að koma með þekkta leikara sem ljá útlið sitt en ekki rödd. Lindsay Wagner, Guillermo del Toro, leikstjóran og Nicholas Winding Refn. Hann með útlit en ekki rödd. En þetta Matt Mixon, hann þetta með rödd. Já, ok, Del Toro, hann ekki með rödd sína eða? Nei. Það hlaut að vera, ég hugsa líka bara, vá, hvað hann mikið í leiknum. Og það trúið svo hann verið. Það bara málið, alveg svo, ég elskar nöfnin hjá Kojima. Die Hard Man, Dead Man, Heartman. Rosalega, sérstögnum. Nöfnin alltaf svo, ég verð samt að gefa hann prik fyrir að hafa gert ekki kvenkarakterana eins, kynferðislega eins og hann hefur gert áður, eins og hann gerir með ekki svolítið 5 eða hvað heit hún? Það meiri karakterar frekar en bara eitthvað... Snæperinn. Já, þú veist, bæða, hvern persónu voru bæði með rödd og sem sagt voru ekki bara eitthvað upp á lukkið eitthvað, þú veist, þetta var svo... Sko, eins og segi, ég hef gaman að Kojima og allt svoleiðis, en ég gat aldrei verið sammála að þegar Metal Gear Solid 5 kom út að þá myndi maður skilja af hverju Snæperinn var á brókinni í brjóstarhaldara með einhverjum slitnar sokkaböksur og þá myndir skilja af hverju hún var eins og hún var, og þá, ég spilaði þann leik í 100 klukkutíma og ekkert af því hjálpaði mér neitt með það. Hét hún ekki Quiet eða eitthvað? Jú, Quiet, já. Quiet. Jep. Það málið, ekkert af því hjálpaði mér þar og ég meina Metal Gear leikinni voru líka þekktir fyrir þetta vissu leyti. Já. En þetta svona fyrsti leikur sem mann virðist einhverju leyti halda af sér pínu og vera meira upp á persónusköpun. Sko, karakterinn misgóðir. Ég verð að segja, Mads Mikkelsen karakterinn mínum að til líklega besti söguna og leikurinn hans. Hann actually
lagði sig fram, en mér fannst það einhvern veginn, Norman Reedus karakterinn alltaf pínu stífur og... Gaman að segja því að hann með tilnefndur fyrir hérna leikari ársins í Game of ég sá það og ég hugsa mér það var verðskuldað, en ég sá það Norman Reedus og ég bara, nei sko, hann bara svona, hann ok, skilur hann ekki, þú ert ekki eitthvað, sko, ég fannst karakterinn nefnir Matt Mikkelsen karakterinn og Margaret Qualley sem leika mamma, mér fannst þau bæði góð, þau voru svona mér fann fyrir einhverju þegar þau voru að tala og þeirra sögum. Norman Reedus karakterinn var bara svona, jú, hann fínt, hann var ekkert slæmur en hann var ekkert endilega bara svona eftirminnilegur. En er það ekki oft bara við aðalsögu hetjur í leik? Jú, þú mátt ekki, ég held að þessi hlutið, þú mátt ekki svona aftengið of mikið við að því þú ert persóna, skilur. Þetta alltaf ákveðið vandamál eins og þú segir sjálfur nákvæmlega það með aðal persónu sem þú stjórnar. Já. En síðan er þetta alltaf líka vandamál upp á hve mikið þú getur haft áhrif á þeirra sögu eða ekki. Einmitt. Í þessum leik þá getur það ekki gert. Það ert ekki með stjórna sögum. Það hjálpa til svolítið. Þess að þú ert ekki að ákveða. Þannig að þetta er svona, þetta er ekki hérna, þannig að þú er ekki valmöguleika hvernig þú vilt enda sögun eða þetta er bara einn svona. Sko segja það eru smávægilega valmöguleikar, en þeir eru smávænlegir. Já, mjög smá, ok. Og hvort þeir hafa eitthvað að segja er þetta að deila það, við skulum ára þannig. En eins og segja, þetta er ekki þannig. En sko eins og segja, síðan fyndi ég að fylgta cameo hlutverkum eins og Conan O'Brien í leiknum, hann aftur á móti með röddina, það er að finnast það, hans rödd er. Ok. En aftur á móti Jeff Keighley, góðvinur Kojima og Guðurinn á baku Video Game Awards. Hann er í leiknum, en hans rödd er ekki. Nei, ég tók því strax þegar hann talaði. Síðan aðrir japanski leikstjórar og tónlistamenn eitthvað fleira og síðan er til dæmis yfirmaður Guerrilla Games og núna nýbúin að taka við nýju starfi á Sony, hann er líka þarna. Þetta er Herman Munster eitthvað. Já, Herman eitthvað. Bara eitthvað family reunion hjá Kojima þarna í leiknum. Hann er einn af þessum NPCs sem þú getur hitt sem hann er anslagið. Þannig að þú veist, það er ótal af þessu sko. En ef þið ættið að bara svona wrap it up, ef við myndum svona bara hefur ekki 3 tíma viðbót? Jú, alveg 3 tíma viðbót sko. Það er svo mikið sem ég ekki talað með leik. Það er kannski vandamáli, það er svo mikið að tala maður í vandræðum stundum hvar maður á að byrja og hvar maður á að stöða. Það er erfitt að útskýra nefnitt af því þetta er ekki bara eitthvað, já, Mario, þú ert að hoppa hérna á milli og bjarga prinsessinu. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara heavy stuff og ógeðslega flókið og mikið að gerast. Þetta er Postman með Kevin Costner, ok? Eða Poster Import fyrir það sem er eldri. Ég veit ekki, þú veist, með blanda Facebook og Instagram likes. Þú veist, En ef þau myndu hver og einn okkar bara myndu bara segja bara í stuttu máli, þú veist, mæliði með leiknum, mæliði ekki með leiknum og af hverju? Daniel, hvað segir þú? Ég að byrja? Já, ég og Daniel ættu kannski að byrja því við erum eiginlega ekki búinir með leikin og Sveinn ætti að enda þetta því hann er búinn að klára allt saman og veit meira en við sko. Já, eins og sé, ég þarf eiginlega að fikra mig áfram til að geta sagt sko, ég get ekki sagt við eins og segja, vinir mínu hafa spurt mig, mælur með Death Stranding? Ég alveg, sko, ok. Þetta er mjög flókið spurning, sko. Ég eins og sagði við, mér finnst þetta ekki, hann spurði mig hvort hann væri good shit eða væri bara flop. Ég sagði, hann var klálega ekki flop. Hann er svona, það er hérna, hann er það áhugaverður. Ég er ótrúlega forvitin. Fyrst og fremst, þá var ég mjög neikvæður gagnvart leiknum, þessu umræðinu, ég veit ekki, kannski hjálpaði til. Af því að ég vissi ekkert hvað ég var út í, af því ég sá bara Delivera hérna og líka bara flæði í endaköllum var aðeins búin að sjá það, mér fannst það ekki spennandi að sjá hvernig hreyfist í umhverfinu, en allavega, ég er það forvitin að ég mun klálega koma til með að klára það, því ég er svo forvitin að sjá hvað gerist næst, út af hvað leikurinn snýst almennilega og ef þú hefur gaman einhverju svona þannig svona drottleila sem leikurinn er og hérna, þetta er alls engin actionpakki og hefðu gaman að, flytja hluti frá stað til stað. Nei, ég veit ekki hvað að segja. Þannig að, hefur gaman að hjálpa vininn að flytja. Ég meina, og ef þú átt bara PlayStation, ég segi það ekki, ef þú átt bara með PlayStation og þá er þetta annar leikur sem Sony held ég gefur út þessu ári, fyrir utan Days Gone. Það er að segja sérstaklega senku
Last of Us 2. Já, akkurat. Og þannig að Þú myndir frekar mæla með honum en ekki. Er ég að skynja það allavega rétt? Eða? Ég ætli það ekki. Já, allavega hinga til. Við erum þetta bara að tala hinga til. Já, akkurat hinga til. Ég svona, maður þyrfti samt aðeins að kynna sér á svona, maður ætlar að hvað maður út í. Þetta er klárlega ekki líku fyrir alla. Nei. En ætli það ekki. Ég myndi mæla alveg með fólki að kynna sér hann og á hann kannski stekkur í að kaupa hann. Já. Ég er alveg svolítið sammálaður, sko. Ég komin svona, við erum á svipuðum staðið, ekki? Daniel, við erum svona á svipuðum staðið leiknum, eða ekki? Jú, fyrir ekki, Já, akkurat, þannig að, sko, ég er einmitt alveg sammálaður. Mér finnst, ef fólk er einmitt, ef það hefur þolinmæði og er svona opið fyrir núvitund að staldra við og njóta útsýnisins, bara mjög flott, sko, en einmitt flestir svona chillstuði þetta er rosa chillstuð og þú þarft þolinmæði að því, þú veist, þetta er pínu þannig þetta er einmitt, ertu gaurinn sem að ert tilbúin að segja herri já, þetta eru geðvikið þættir en þú þarft að horfa á fyrstu seríu sem er mjög leiðileg, þá ber actionið að gerast ef þú ert þannig manneskja þá getur þetta verið leikur fyrir þig og líka ef þú tekur ekki vinnuna með þér heim þá mæli ég með að kíkja á þetta en að þú gerir það að vinna í verkunni heim með þér og svo er þessu líka þá það er alveg pakki sko já, akkurat en þetta er einmitt það getur verið mjög tímafrekt og svona, en þú þarft þolinmæði ef þú ert til dæmis manneskja sem er bara svona nei, ég þarf að horfa á þáttinn og hann þarf að grípa mig strax þú veist, þá veit ég ekki þá myndi ég halda ekki sko vegna þess að ef þú hefur ekki þolinmæði hefur ekki tíma þá áttu ekki eftir að fá mikið út úr leiknum held ég. Nei, akkurat. En útlitslega séð, og ég held líka, ég myndi mæla með hann vegna þess að hann er svo ógeðslega öðruvísi. Og þá mér finnst kannski gameplayið ekkert eitthvað super-duper frumst. Ég held að sé rosa líka heillandi að vera Ísland. Já, ég held það. Maður með svona heima slóðum leiknum. Já, maður komin heim. Já. Í staðan fyrir að fara að þvælast út sjálfur, þá getur maður bara farið í Sony sjónvarpið sitt og labba þar. Já. Þannig að ég myndi mæla með honum hingað til allavega, en fyrir einmitt þess að þolum á mannesku sem eru tilbúnar að gefa sér tíma í hlutina. En þá ég forvitin að vita hvað Sveinn segir, því að hann þetta búinn með allan pakka, sko. Já, búinn, ekki búinn. Jú, ég er búinn með leikinu, búinn með söguna. Sko, það er með þess að segja, margt aðtekist því sem þið segið og eitthvað sem ég upplifði sjálfur þegar ég var að spila leikinn. Meni, ég kannski eins og segja, ég hefði spilað hann saman hvað ef ég var ekki fjallað hann einhvers vegna þess að ég er sakkur fyrir Kojima-leikjum sama hvað skrýtnir eru og þeir eru oft einstaklega skrýtnir og þessi fór ýmsar leiðir. En eins og ég segir sjálfur, það er erfitt að mæla með þessu leik vegna þess að það eru sumir og þannig lengi að byrja. Það eru sumir sem mun detta á hann strax vegna þess að það er alltaf vandamál að þetta tölvuleik hann er góður eftir svona 10 tíma skilur. Það er alltaf erfitt að mæla með því fyrir fólk að segja vati gegnum fullt af cutscenes og leiðilegum köflum og síðan verður hann skemmtilegur. Ok, sumir hafa þolinmæði fyrir svona aðrir aftur muni bara detta út og bara ég er betra við tíma menn að gera og spila ekkert meir. En það sem mér finnst stundum að það hefði verið hægt að stytta þennan leik niður. Það hefði verið hægt að vera með rosalega góða 25-30 tíma sögu og segja samt alveg sömu sögun og jafn vel. Og það er málið. Það hefði verið hægt að stytta þennan part. Ég skil af hverju stundum þessi gerst en vandinn við þetta er þetta stundum gera verkum að fólki gætir næst í pínu leiðist að vera milli staða og fara með eitthvað pakka. Já, maður bjóst við meira. Já, sko, þetta er ekki sama bylting, sko, þetta er, sko, sumir hefðu áhyggjur á þess leikjum út, nákvæmlega þetta, að Sony skildi vera að láta Kojima hreinlega að fá stóra og útfyllta ávísun og leyfa hann að gera hvað sem er. Það er stundur sín sem listamenn, saman hvað geira eru, að það er gott fyrir þá að hafa einhvern annan með sér til þess að draga aftur vissa parta hjá þeim. Og það er kannski spurning að Kojima þurfi einhvern svona með sér. Ok, nú erum við búin að ræða holdur lengi Death Stranding. Ætluðum okkur 40 mínútur hálftíma en Sveinn og við vorum að ræða það við höfum svo mikið að segja leikinn að við getum jafnvel tala hann í 3 tíma. Já. Lágmark. Eins og ég segi, sko, það er svo margt ennþá að velkjast í hausnum á mér með hennar leik og það er kannski gott, menn það er ákveðin hluti við svona leik
þú ert að upplifa leika bíómyndabók þegar þú ert ennþá pæli í henni svolítið eftir á og melda þetta. Þetta einhvern veginn hluti sem þarf þess, en þess að hann kemur með ýmsar athyglisverðar pælingar þegar líður á. Ekki allt kannski tekst fullkomlega upp, en þetta samt skemmtileg upplifun og skemmtileg reynsla sem mínum að þess verða að pröfa, þó ég viti að það einhver hluti fólks sem þetta mun stuða og verða bara what? Þannig að þú segir við fólk kaupa leikinn á Keyptan, já, hiklaust, en með vissum fyrirvara. Ég myndi alltaf segja, þú veist, ég myndi svona spyrja út í þeirra spilun eða hvað þau hefur gaman af og hvað þau verður frustrið yfir. Ef þú ert, eins og við Bjarki talaðum á hann, að gefa seríu séns og leið, sendum við þannig, ég meina, Akkurat. Ef þú ert tilbúin að gefa þessu smá séns, leifa svona klukkutíma, þá opnast leikurinn upp. Það verður, eins og ég segi, sérstaklega komast í kafla 2 sem mesta slagið. Þess vegna var benda ykkur báðar að komast yfir hann. Kafli 3 opna leikinn mikið, kafli 4 einstaklega spennandi, það það sem ég mig langaði með mikið að heyra ykkur frá. Og þá byrjar að koma nýjir hlutir, nýtt dæmi sem, já, og síðan undir lokin þegar sagan klárast þá verða hlutin mjög skrýtnir. Þannig ég segi kynni ykkur leikinn, kaupið leikinn, Bjarki ykkur lokaorð. Já, ég myndi mitt þú veist, þetta ekki instant hit leikurinn. Nei. Þú veist, þetta fyrir útvalda. Hann að fá svona 84 á Metacritic sem held ég bara nokkuð sanngjarnt. Já, seinast ég kíkti það var hann á mjög mikið á báðum pólunum. Það að bara að fá bæða mjög háar og mjög lágar. Þannig að þetta einmitt, þú ert típa, fílar hann eða fílar hann ekki. Það er áhættan fyrir marga einmitt nákvæmlega og sérstaklega labbar blind inn í þetta, þá alltaf áhætt að þú klálega að kynna sér. Dottið af honum, en ef þú gefur hann séns og þetta eitthvað sem getur fungerað á þig, þá mikið jákvætt til þess að finna það. Þannig að leikjarýnendur eru líka meira við hann heldur en notendur samkvæmt hérna Metacritics. Það notendur að segja? 5,8. Það En við erum að tala 3500 jákvæð og móti 1500 neikvæð, þannig að... Já, ég verði það, þú veist, ég bjóst alveg við meira, skilur, úr leiknum, en mér finnst það samt alveg áhugaverður og svona kemur nýja hluti sem ekki séður. Sko, hann kemur nýja hluti, hann gerir nokkað forðan, hann ekki algjör bylting, það ennþá leifar af gömlum hlutum í leikjahunum frá Kojima og þú sérð alveg glefsur og með ekki svolítið 5 manna, sko. Akkurat. Vissum hluti hvernig leikur uppsettur og það vonandi einmitt að næsti leikur muni gera hann kleift að stíga skref lengra. Mjög spennandi að sjá hvað hann gerir á PlayStation 5 vegna þess að augljóslega muni hann ekki gefa leikur PlayStation 4 aftur. Já, það verður áhugavert að fylgjast með þessu. Ég sammála. Bara takk fyrir spjallið, drengir, og þetta var bara mjög áhugavert og eins og heyrist við getum tala endalaust þetta, maður. Flott hlaðvarp frá E3 2017 var það? 2017. Já, og kannski mögulega þurfum að enda ekkert aðeins fyrir. Nei, vonandi verður þetta nú reglulega hjá okkur, er það ekki? Ég til í það. Finn út tæknina. Herðu, bara takk fyrir mig, strákar. Sömuleiðis. Ok. Já.